Hæ, hér örstutt innsýn inn í það hvernig þið getið búið til teymi á vettvangi vaxtar. Og það mjög sniðugt að halda utan hópa á vinnustaðnum sem að þurfa kannski ólíka fræðslu eða að fara í gegnum ólíka vegferð eða eru með sameiginlegt áhugasvið sem að verður að þjálfa. Og þið sjáu ég aftur komin inn í admin hlutan að kerfinu og fliparnir 5 á aðal yfirleitinu eru að sjálfsögðu safn, nemendur, úthlutað, þjálfa, skýrslur og prófíl og við förum aftur inn í nemendur og þá sjáum við hvaða passa við erum að nota og að við höfum tækifæri til að búa til mörg teymi og við viljum innan vinnustaðarins. Við einfaldlega bætum við plús, segjum svo við ætlum að fara að vinna með framlínustjórnendur og viljum úthluta sérstöku efni til þeirra. Bætum við teymi, við þurfum alltaf að tilgreina hvaða tassa við erum að vinna með og í þessu tilfelli ætlum við að skýra teymi bara eitthvað eins og bara framlínu teymi, bara NN fyrirtækisins. Gott að skilgreina stærð teymisins og ætla ég að segja bara 40 manns til að segja eitthvað, stofna teymi og hér hafið þið þá tækifæri til þess að einfaldlega að úthluta eða bæta við notendum inn í þetta teymi og getið gert það til dæmis með því að úthluta notendum eða með því að hlaða upp ykkar eigin notendum. Hér ætlum við að úthluta núverandi notenda inn á teymið og til dæmis bara velja einhverja nokkra, lærnir 1 og lærnir 2 og gera velja þessar 2 notendur, vista þær breytingar og þá ég komin með þetta einfalda teymi þar sem ég heitir framlínu teymi NN. Við sjáum hvað við eigum mörg sæti hér eftir og hverjir eru hér inn á teyminu. Það sem að gerist þá það þegar við förum í það að úthluta efni. Þannig til dæmis eins og segjum að við ætlum að úthluta efni stjórnun fyrir fyrir þennan hóp. Það einfaldlega fer ég aftur á safnið, ég get þá valið hvaða námsefni ég vil úthluta og við sjáum það nákvæmlega hvaða færni þætti vera að vinna með að sjálfsögðu, hvaða efnistökur það eru og hvaða tækifæri það eru til að vinna sér viðskiptaskírteini. Fer þá inn í úthluta námskeiði og þá get ég valið annarkvort þennan hóp sem ég var að búa til rétt áðan eða einstakar notendur. Og ætla ég að velja þetta framlínu teymi sem ég er búin að velja og staðfesti þá netendur sem ég er búin að velja og þá get ég haldið áfram með því að dreifa skiladögum, senda út áminningar með tölvupóstum og svo framvegis. Annað sem við getum gert með þessum teymum að fylgja nákvæmlega með það hvernig þeim vegnar inn á þessum vettvangi. Og þið sjáu í fliparum undir skýrslur, þar sem við sjáum bæði fjölda sætana, við sjáum hver þáttakan hvað margir hafa verið að ljúka snjallnámskeiðum eða fróðleiksmálum, hvernig greiningin stendur, hvaða færni við mestu þáttaku eða lærdómsverkefni. Þá getum við líka séð fyrir þessa hópa hver til dæmis niðurstaðan 360 gráður matinn er. Þannig að ég fer aftur upp að þá get ég valið annarkvort alla vinnustaðinn eða það teymi sem ég var að vinna með og séð nákvæmlega hvaða hóp ég ætla að horfa á. Og við sjáum að hann kemur þá hér og þá sjáum við hvernig virknin breytist, hvernig færniskorinn breytast, allar meðalengunir og annað. Þannig að hér frábær leið að halda utan ólíka vinnu og ólíka hópa á ykkar vinnustað, hvort sem það eru stjórnendalög, útibúdeildir, teymar, hópar, verkefnahópar, hvað sem er. Endilega kíkið inn á nánari leiðbeiningar sjálfsögðu á sendaskínu okkar. Hér eru alla leiðbeiningar og allir stuðningur fyrir ykkur með miklu nákvæmari hætti og þið sjáu það einfaldlega getið þið farið inn og gert til dæmis að stjórna notendum og hér hafið sömu leiðbeiningar það hvernig þið búið til hópa. Gangi ykkur vel.